You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. Það bannað að vera með hunda á lækna- og tannlæknastofum, sjúkrahúsum, skólum, kirkjum, nuddstofum, húðflúrstofum, sumarbúðum og í strætó. En nú má vera með hunda á kaffi- og veitingahúsum ef að staðarhaldari ákveður svo. Hvenær byrjuðu þið að leyfa hunda hérna á stofunni? Bara þegar þetta var leyft á öllum veitingastöðum, þá ákveðum við bara að fylgja með. Búið að koma mikið af hundum hingað inn síðan? Já, það búin að koma nokkrir alveg og einn köttur líka, hann Baktus. Og þeir að haga sér vel, eða þau, dýrin? Já, þau liggja eiginlega bara á gólfinu og drekka vatn sko. Og fólk virðist bara vera mjög ánægt með þetta. Engar kvartanir svo far allavega. Enginn búinn að kvarta þér, enginn búinn að fá ofnæmiskast? Nei, ekkert svoleiðis. Finnst þér þetta gaman? Sem hundaþjálfari, myndið þú mæla með því að hundar væri að kíkja á kaffihús? Já, því ekki það. Og því, nennirðu aðeins? Mér finnst þetta bara frábært. Ég búin að bíða eftir þessu lengi. En gott fyrir hundana að vera í þessu umhverfi? Já, þetta óbærslega gott fyrir umhverfisþjálfun í rauninni. Hundar hafa ekki fengið að vera víða í Reykjavík. Það hefur verið miklu erfiðara fyrir fólk að umhverfisþjálfa hundana sína. Við viljum náttúrulega standa að baki okkar skjólstæðingum og við metum það svo að þetta sé ekki til hagsbóta. Getur gert það að verkum að fólk hefur minna aðgengi að þeim stöðum sem það myndi gjarnan vilja sækja. Og einn þáttur náttúrulega bara sem kannski ekki margir hugsa til dæmis það að starfsfólkið sé bara velþjálfaði skyndhjálp. Segðu mér af hverju þetta málefni skiptir þig svona miklu máli? Ég held að það skipti almennt bara máli að hafa aðeins meira frelsi, treysta aðeins meira fólki og sýna aðeins meira tillitssemi og samfélagið sjálft fái svona að stýra því frekar en að ríkisvaldið sé einhvern veginn alltaf að stýra því miðstýrt. Svo bara tilveruna aðeins svona skemmtilega með litlum sætum og kísum og hundum út um allt. Áttu þú hund? Nei, og meira þess að smá smeyk og hunda. Þannig að þetta snýst ekki beint kannski mig, heldur meira prinsipið. Hægt að deyja úr hundaofnæmi? Já, þetta nú erfið spurning. Það gæti þetta alveg skeð ef að sjúklingurinn þurfti að vera návist við hunda lengi og fengi ekki meðferð, þá gæti það enda með því að hann dæir astma. Kattaofnæmi kannski algengara. Hundaofnæmi mjög algengt? Fyrir köttum kannski kringum 12% og fyrir hundum í kringum 8%. En einkennin eru þar auðvitað miklu verri af köttum heldur en hundum. Mega hundar drekka kaffi? Nei. Það ekki gott fyrir það. En mega þeir borða köku? Nei, helst ekki. Sykur og súkkulaði ekki gott fyrir það. Það bara vatn. Og þar höfum við það. En hvað næst? Hundar að keyra bíl?